Komið sæl og verið velkomin á leik Kára og gegn Dalvík Reyni hér á þessum blauta laugardegi. Leikur í loka umferð þriðju deildar og Já, ég vonaði að hafi heyrt orð Gísla Gíslasonar hér rétt áðan, en Káramenn leika með sorgarbönd hér í dag til heiðurs minningar Arnars Dós sem hann lést nú í vikunni, 38 ára gamall, og það var hjartnæm stund. En þá að leiknum, við skulum fara yfir byrjunarliðin hjá liðunum. Hjá í Káraliðinu er í markinu Skarphéðinn Magnússon nr. 1, aðri leikmenn eru Árni Þór Árnason nr. 2, nr. 5 er Einar Logi Einarsson fyrir liði, nr. 6 er Hákon Einarsson, nr. 7 Andri Júlíusson, nr. 8 Páll Sindri Einarsson, nr. 9 Alexander Már Þorláksson, nr. 14 Sigurjón Guðmundsson, nr. 16 Bakir Anwar Nassar, nr. 19 Marino Hilmar Ásgeirsson og nr. 21 er Guðlaugur Þór Brandsson. Hjá Dalvík Reyni er nr. 6 Jón Björgvin Kristjánsson, nr. 7 Kristján Freyr Óðinsson, nr. 9 Þröstur Mikael Jónasson, nr. 10 Jóhann Örn Sigurjónsson, nr. 13 Gunnar Orri Ólafsson, nr. 14 Snorri Eldjárn Hauksson, nr. 17 Fannar Daði Malmqvist Gíslason, nr. 19 Kristinn Þór Björnsson, nr. 20 Ingvar Gylfason og nr. 23 er fyrirliðinn Steinar Logi Þórðarsson og nr. 24 er markvörðurinn Elvar Óli Marinósson. Á varamannabekknum, já, leikurinn er nú að fara í gang, þannig að við skulum leyfa þeim myndum að lifa. Ég mun styðjast hér við aðra leiðir til þess að fara yfir liðin hjá þeim. Leikurinn kominn í gang og Dalvík Reynir sækir hér strax upp hægra megin, en Káramenn verjast þessu. Á varamannabekknum hjá Kára er nr. 3 Ragnar Már Lárusson, nr. 10 Ólafur Darri Bergmann Jónsson, nr. 11 Arnar Freyr Sigursson, nr. 15 Sindri Snæfells Kristinsson, nr. 17 Jón Vilhelm Ákason, 20 Benedikt Valur Árnason og nr. 22 Eggert Kári Karlsson. Kemur hérna sennilega langt innkast hjá Steinar Logi sem að tekur það, þeytir þessu inn á tegin, Einar Logi skallar frá. Já, Káramenn, Steinar fær boltan aftur fastur fyrir langt en yfir allan tegin og út af hinum einn. Hann á að fara yfir varamannabekkin hjá
förum við yfir varamannabekkin hjá Dalvík Reyni. Þar númer 3 Magnús Pálsson, númer 4 Árni Gunnar Ellertsson, 8 Reggviður Heiðberg Gunnarsson, númer 12 Patrekur Máni Guðlaugsson, númer 16 Rúnar Helgi Björnsson, númer 18 Egill Sigfússon og númer 32 Atli Fannar Írisarsson. Og dómari leiksins í dag Óli Njáll Ingólfsson og honum til aðstoðar eru þeir Kjartan Már Másson og Rögnvaldur Þ. Höskuldsson. Hér vinna Norðlendingarnir á hornspyrnu. Þeir ætla sér greinilega stóra hluti hér í dag. Dalvík Reyni situr sem stendur í 8. sæti deildarinnar, eru öruggir frá falli en geta með sigri í dag náð að koma sér upp fyrir Ægi og upp 1 sæti. Þannig að þeir hafa sjálfsagt lagt það upp, en þá kemur hornspyrnan. Hún kemur á nærstöngina en Bakir var þarna fyrir. Dalvíkingar halda pressunni og en fín pressa þarna hjá Káramönnum og það kemur glæsilegt mark. Það leikmaður númer 20 Ingvar Gylfason eftir 2 mínútur og 18 sekúndur eru gestirnir komnir yfir. Þetta köld vatnsgusa framan í Káramenn sem ætluðu nú sér örugglega að sína í hvað í þeim býr hér í lokaumferðinni á heimavelli. Eru auðvitað að taka á móti bikarnum, Íslandsmeistarabikarnum í 3. deild hér eftir leik og það nú súrt að ætla að gera það eftir tap, þannig að þeir vilja örugglega vinna leikinn. Hér kemur Páll Sindri, sendingin yfir á vinstri kantinn, það Marino. Hann setur allt á fullt, komin inn í vítategin og upp að endamörkum og hér nær hann Elvar í markinu að komast fyrir og þeir hreinsa þetta síðan út og það sýnist mér hornspyrna. Fít sprettur hann á Marino. Það hérna, þá það sýnist mér Páll Sindri sem að ætlar að taka þessa hornspyrnu og það barátta í tegnum og boltinn detturinn, þeir hreinsa hann á línu, kemur skalli átt að marki en hann endar yfir. Það var Alexander sem átti þennan síðasta skalla, sýndist mér. Já, Káramenn ætla sér að svara þessu. Þetta hérna, þeir hafa ekki verið byrjaðir. Komaður aftur upp vinstri kantinn. Páll Sindri skiptir yfir til hægri, þar mikill sprettur. Hákon sýnist mér með boltan hérna, kemur hann út á Andra Júl sem að reynir að koma hann inn á teig. Boltinn skoppar og þeir reynsa þetta frá. Snorri náðu að koma þessu frá, það innkast, Hákon tekur það, finnur Andra, aftur á Hákon. Hákon ætla sér hérna upp að endamörkum en tvítekkaður. Kemur innkastið, þar Alexander, það verjast ágætlega Dalvíkingarnir og Árskógstrendingarnir. En eitt innkastið sem að Kári á hérna uppi í hægra horninu, ná ekki að gera sér matt úr því sem komið Hákon finnur Alexander aftur á Hákon og hann leggur á stað hérna og reyna hérna sendingu aftur út og Sindri í baráttunni, nær að vinna boltan nánast en enda með því að Norðlendingar ná þessu. Kemur langur bolti fram en þar Hákon
tekur hann niður, í smá vandræðum á þessu nýja grasi hérna. Sigurjón Guðlaugur út á Árna Þór. Guðlaugur fær hann aftur, hann reyna undir pressu en Árni nær honum, þeir róa þetta niður, ná spili hér. Sigurjón yfir á Einar Loga. Andri missir hann frá sér, ætlaði að reyna sniðuða hælspyrnu yfir á Hákon. Elvar í markinu undir pressu frá Bakir, skila sér í því að Marino nær boltanum, Árni leggur á stað. Páll Sindri Alexander með menn í bakinu, þarf að snúa við, það er út á Guðlaug, aftur Páll Sindri, hann snýr í áttamarkinu, nær stingur hann á Marino. Þetta er skemmtilegt spil, það kemur skot frá Alexander en Elvar með markinu, fín spilkabli hérna hjá Kára. Káramenn auðvitað búin að vera frábæri í sumar, eru með heil 10 stiga forskot á Þrótt frá Vogum sem eru í öðru sæti í deildinni, en gríðarleg barátta annað sætið í þessari deild. Þróttur Vogum er í öðru sæti með 31 stig, síðan koma KFG og Vangi Júpiters með 30 stig, þannig að annað sætið á eftir að ráða síðar í dag. Það er mikill fótbolti á Íslandi í dag klukkan 2. Þar er auðvitað heil umferð í þriðju deildinni, loka umferðin. Klukkan 2 mætast KF og Ægir og Einherji KFG, Þróttur Vogum og Reynir Sandgerði. Fín vörnani á Sigurjóni. Berserkir taka síðan á móti Vangjum Júpiters. Það er einnig verið að spila heila umferð í annarri deild karla og þar er mikil spenna, sérstaklega á botninum. Og meðal annars er í gríðalegu fallbaráttuslagur austur á Egilsstöðum milli Hattar og Fjarðabyggðar, bæði þessi lið í mikilli fallettu. Síðan er heil umferð í Inkasso-deildinni fyrir utan auðvitað enska boltan og úrslitakeppni í fjórðu deild, og með þessu er hægt að fylgjast með öllu saman á úrslit.net sem er, eins og við höfum oft komið inn á uppáhalds vefsíða okkar hér á IA TV, gerir okkur lífið mun auðveldara og í rauninni flestra og ef ekki allra knattspyrnu áhuga manna. Vel gert hann á Einari Loga, kemur boltanum á Sigurjón sem finnur Guðlaug. Guðlaug hérna með boltan á miðunni, reynir að koma honum inn fram á Alexander, ekki góð sending. Koma þeir hér Eyfirðingar, sending hérna upp í hægra hornið. Þar er fyrirliðin, og kemur fyrirgjöf sem er Einar Logi skalla frá. Páll Sindri með þetta, kemur honum yfir á Andra. Bakir hér að elda þessa sendingu, nær hann að halda sinna, já hann gerir það. Kemur boltanum aftur á Marino sem að nikkar honum á Gulla. Árni aftur á Marino. Nú bakka Dalvík reynir, þeir bakka núna og ætla sér að sækja hratt. Þetta verður þá púsluspil fyrir Kára að ná að opna þá. En þannig að þetta getur orðið þolinmæðisverk fyrir Kára að koma tilbaka í þessum leik. Glæsilegt nýtt gervigras hérna á höllinni á Akranesi sem að var sett á í sumar, ekki vanþörf á því. Koma Sigurjón skallar þetta, Gulli leggur hann aftur á Einar Loga, hann finnur Hákon sem gerir vel, leggur á stað undir pressu hérna, tæklaður, en það er hagnaður hér. Andri, Káramenn hérna á flegiferð, finnur Gulla, hann skiptir hérna yfir á vinstri, þar er Marino klár, 1 á 1. Árni Þór stingur sér inn en vörnin hefur þetta, hann á að koma þessu
Káramenn ekki sáttir þessa tæklingu sem Hákon fekk þarna fyrir stundu, en dómarinn lætur sér fátum finnast. Það innkast hérna sem Árni tekur uppi við hotfána og þar kemur Alexander og býður sig. Árni fær hann aftur, Árni leggur hann hérna út á Marino. Allt lið Dalvíkur Reynis fyrir aftanboltan. Árni leggur hann aftur út á Marino. Hann gríðarlega þykkur blár múr hérna og skipta Káramenn kant. Andri Júl með boltan. Hann kemur með fyrirgjöfina. Alexander í baráttunni, skallar þetta. Þar Hákon, kemur honum aftur fyrir. Alexander aftur, flikkar honum áfram. Bakir og það skot í varnarvegginn og Alexander í baráttunni. Boltinn, hann bjargar á línu Dalvíkingar. Páll Sindri og Alexander skorar. Gríðarleg sigla hérna í þessari sókn hjá Kára. Þetta var frábærlega gert. Endar með marki hjá Alexander Þorláksinni og við erum komin á byrjunarreit. Þetta var akkurat það sem Káramenn þurftu hér eftir kinnhestin sem þeir fengu á annari mínútu. Þannig að þeir neituðu að hætta í þessari sókn, byggðu þetta mjög vel upp, skiptum kant snögt, komu með boltan fyrir og síðan var þarna darraðadans sem Alexander sýndi styrk sinn í loftinu nokkrum sinnum og hugur ekki þá koma Sigurjón Giri vel. Hann hreinsar þetta upp, það Alexander, finnur Marino og allt annað að sjá Káraliðið. Þeir voru ekki vaknaðir fyrstu mínúturnar en núna mikil ákveðið í öllu sem þeir gera. Frábær sendingar frá Páli Sindra en örlítið og löng. Það Alexander Már þar með orðin einn markahæstur í þriðju deildinni með heil 17 mörk í 15 leikjum með 15 mörk og einungis 1 úr vítaspyrnu. Næstur og eftir honum Jonathan Hood með 13, þannig að Alexander komið með, við skulum segja 1 til 2 fingur á gullskóinn í þriðju deild. Hann búinn að eiga frábært sumar, þessi strákur. Eins og þetta Káraliðið allt. Búin að gleðja mjög fótboltamenn á Akranesi hérna. Gengi og spilamennska Kára í sumar. Og hér kemur fyrirgjöf hjá Dalvík Reyni yfir á fjárstöngina. Skarphéðinn hugur ekkur hérna út úr markinu, grípur þetta vel. Liggur einn norðamaður þarna eftir samstöðu við Skarphéðinn. Það leikmaður númer 9 sýnist mér, Þröstur Mikael Jónasson. Einar og jánaði með Skarphéðinn eðlilega. Það má eiginlega segja að Kári hafi verið í algjörum sérflokki í þriðju deildinni í sumar, ekki bara þeir sé með 10 stiga forskot, heldur þeir með 33 mörk í plús í markatölu. Lið sem með næstbestu markatöluna með 11 mörk í plús. Þannig að það segir ýmislegt framistöðu þeirra í sumar. Og það verður spennandi að fylgjast með þeim í annari deildin á næsta ári. Það verður forvitnilegt að sjá hversu stórt stökk hérna á milli þessara deilda og kannski því miður lítur út fyrir að mögulega verði einungis ein deild á milli þessara tveggja liða hérna á Akranesi. Þó að við á IA-TV séum ekki búin að gefast upp fyrir hönd í A í úrvalsdeildinni. Þetta ekki búið fyrir það búið.
Kemur Páll Sindri með langa sendingur Árna örlítið og há. Það missir hann yfir sig. Ágætis hugmynd þarna skipta hratt og vel á milli kanta og reyna það og stundum tekst það, stundum ekki. En ég verð bara að fá að segja hér að ef einhver einn maður á heiður skilinn fyrir því hvernig staðan hjá Kára í dag, þá það Sveinbjörn Geir Hlöðversson formaður sem að hefur algjörlega verið lykilmaður í því að gera þetta lið og þennan klúbb að alvöru klúbb. Síðan að sjálfsögðu hafa þeir verið með frábæra þjálfara undanfarin ár. Í fyrra auðvitað Sigurður Jónsson með liðið. Í ár Lúðvík Gunnarsson búinn að gera hreint. Frábæra hluti, búinn að sanna sig vel sem þjálfari. Enda kernara ment. Kemur hotspinna sem að Kári á. Páll Sindri tekur hana hérna frá hægri. Kemur hotspinnan há inn á vítapunkt en þeir ná að skalla þetta frá. Árni Þór þar í frákastinu. Hvað ætlar hann að gera? Hann kemur með hann háan inn á fjárstöngina. Þar Andri tekur hann á kassan og þarna ver Elvar frábælega í markinu. Andri kassaði hann þarna niður fyrir Alexander sýndist mér, fekk boltan síðan aftur. Svo fín vörninni á Árna. Fannar Daði var þarna í baráttu en Árni hafði betur þessu sinni. Mér ber að sjálfsögðu að segja hér að við erum að horfa á IA TV og við erum í samstarfi við Omnis á Akranesi og Síman. Án þessara tveggja aðila væri þessar útsendingar okkar annars vegar ekki mögulegar og hins vegar ekki eins góðar, óhætt að segja það. Þannig að við þökkum þeim kærlega fyrir samstarfið og vonum að það haldi áfram ókomna tíð. Marino skiptir hérna yfir á Einar Loga. Frábær sending hérna fram. Andri Júl næra valdi á boltanum aftur á Alexander, ætlaði að stinga honum aftur inn fyrir Andra en þeir náðu að komast á milli og Alexander pressar á og kemur boltanum út af. Það hreinlega frábært fyrir okkur Skagamenn að eiga hérna tvö fótboltalið og það sem svo skemmtilegt við að þau eru að langstærstum hluta bæði byggð upp af heimamönnum. Káraliði náttúrulega eingöngu af heimamönnum en kjarnin í liðinu uppaldir Skagamenn. Sigurjón hérna að reyna að komast áfram en má ekki við margnum eins og þeir segja. Þá koma norðlendingarnir. Fannar Daði reynir fyrirgjöf. Páll Sindri kominn þar og hann kemur honum aftur á skarpa. Fín vinsla hérna hjá Páli Sindra. Miðjumaðurinn kominn hérna árin aftasti maður. Róaði þetta aðeins niður. Dalvíkingar örlítið færa sér framar hérna eftir mark Káramanna. Páll skiptir yfir á Árna sem tekur hann niður. Hann þarf að snúa við. Hann bakka norðlendingarnir örlítið. Einar út á Hákon.
Við erum auðvitað á Twitter. Handlið okkar þar @IA_sjónvarp. Þið finnið okkur eflaust undir IA TV. Það gaman að heyra frá okkur. Afsakið þessa þögn, ég einn hérna í þessu að var að henda hérna linknum inn á Twitter, þannig að ég get bara gert eitt í einu. En hér koma Káramenn. Alexander skiptir hérna yfir á Hákon og við Káramenn vinna hotspinnu. Andri Júl hérna reyndi fyrirgjöf sem að hafnaði varnarmanni og aftur fyrir. Og þá kemur Páll Sindri, spyrnusérfræðingur þeirra Káramanna. Hákon býður síðan að stutt en það ekki. Þá kemur boltinn fyrir, hár boltinn á vítapunkt. Þar Einar Logi, sýndist mér, og Einar Logi aftur. Og þau ná ekki að reynsa þetta, en síðan kemur Elvar út úr markinu og grípur þetta. Þeir sterkir í loftinu þarna, Káramenn, stóra og stæðilega stráka, Gulla, Alexander og Einar Loga. Gullaugun hérna boltanum. Andri reynir að stinga honum inn fyrir Alexander, sjá við því. Þá koma Norðlendingarnir reyna að byggja hérna upp sókn. Spilin á miðuna út á kantinn. Þar Jón Björgvin, kemur honum fram á Fannar sem að reynir fyrirgjöf en Árni kemst fyrir og þeir fá hotspinnu, sína aðra hotspinnu í leiknum. Fyrir hálfleikur hálfnaður og staðan 1-1 í bráðskemmtinu leik. Kemur boltinn hérna inn á Martein, Skarphéðinn slær þetta frá. Einar Logi þarna einn, nær að taka með sér, setja hann fram og þetta enda með því að hann reynsa sér út af. En Skarphéðinn hérna gerir vel. Árni missir, nær ekki að bjarga þessu og þá eiga Norðlendingarnir innkast. Það fyrir liðin Einar Logi sem hann tekur það, fleygir þessu inn á teginn, býtur nú við. Það Sigurjón og Páll Sindri, það það Guðlaugur síðan, kemur hún hérna Andra Júl sem hann gera vel að ná stjórn á þessum bolta. Hákon fer á fleygiferð upp í hornið. Andri reynir sendingu fram en ekki nógu góð. Þá koma Dalvíkingar, Fannar út í hornið á Steinar sem að reynir fyrirgjöf. Árni fyrir, Steinar nær honum aftur og reynir svo skotbítu eða hvað. Þarna var flögguð rángstæða en þannig að þetta hefði ekki staðið. En hætta, Kristinn Þór var þarna gripinn í landhelgi en náði ekki að setja boltan í markið engu að síður. Og Skarphéðinn ætlar þá að spilna þessu frá.
Skarphéðinn spyrnir þessu frá, Páll Sindri í baráttunni, þar Bakir fyrir aftan, Guðlaugur. Það sett mikil pressa á hann þarna, Árni gerir vel, Fannar pressar á hann en Marino nær þessum bolta. Páll Sindri með tæpa sendingu Guðlaug en það bjargaðist. Þá kemur Hákon hérna, sendir hann fram á Alexander. Alexander snýr, kemur hann á Guðlaug sem að finnur síðan Bakir sem að kemur hann aftur á Pál Sindra með slegið hár í augnablikinu. Andri undir pressu, brotið á honum. Ekki sátt í Dalvíkingar en þetta var algjörlega hárrétt. Og það er þá, sýnist mér, já, Páll Sindri er búinn að finna út úr hárgreiðslunni og kemur sér af boltanum. Ætlar að spyrna þessi inn á vítateiginn. Það kemur hár bolti og þar er Alexander í baráttunni en Dalvíkingarnir á að hreinsa þetta. Sigurjón Pollrólugur hérna. Sigurjón finnur Átna út á vinstri kantinum. Átni á Guðlaug. Guðlaugur finnur Átna aftur sem að skallar hann í átt að Marino en Steinar nær að koma þessu frá. Fín pressa hérna, góð vinnsla í Alexander tilbaka. Marino nær ekki að koma þessu samherja. Þá koma norðamenn en Andri Júl, nei. Jæja. Háskaleikur dæmdur hérna á Andra. Veit ekki með þetta en það er lítið þess að segja. Það er einn maður sem ræður inn á vellinum og hann er í gulum búning sem er mjög viðeigandi hér á Akranesi. Dómarar í gulum treyjum og svörtum buxum. Það fullkomnar ringinn. Káramenn þetta hérna full aftalega finnst mér er konur inn fyrir vítateiginn. Það kemur langu bolti, Skarphéðinn út markinu, missir hann yfir sig, Sigurjón. Þetta er hér stór hætta en þeir ná að koma þessu frá og Marino stingur fram á Bakir sem er hérna á fleygiferð en vel gert þarna hjá Gunnari Orra í vörninni en þarna var vissulega stór hætta við mark Kára. Skarphéðinn misreiknaði þennan bolta illa en þeir náðu að bjarga því sem bjarga þurfti. Vel mætt á þennan leik hér í höllinni á Akranesi. Kemur hotspinnan og enna og ný vinnur Alexander skallaboltan í tegnum. Vel gert hjá Átna. Kemur hann aftur á Skarpa. Páll Sindri, Alexander fyrirgefið er ógnasterkur í loftinu, þeir ráða illa við hann, Dalvíkingar. Það er alveg spurning hvort að einhverjir af þessum strákum hafi vakið athygli þjálfara liðsins með sinni framistöðu í sumar, af því að það eru náttúrulega þessi strákar eru uppaldir í gegnum yngri flokka IA og hafa margir hverjir spilað töluvert að leikjum með liðinu áður en það verður svo sem veturinn að leiði ljós hvort að IA reynir að kroppa í þennan leikmannahóp eitthvað. Það er eflaust einhverju sem að gætu staðið sér mjög vel þar í Inkasso-deildinni eða Pepsi-deildinni, hvort sem er en fín pressa þarna hjá Alexander sem að skila sér í innkasti sem að Kári á upp í vinstra horninu og Átni kastar inn á Alexander sem finnur svo Marino. Átni kemur með boltan fyrir, þeir reynsa frá en þar er Páll Sindri út á Hákon með fyrirgjöfina og barátta Bakir með skot, þeir komast fyrir og Elvar nær þessu ekki. Aðstoðardómarinn vel staðsettur þarna og vildi meina að
Boltinn hefði verið fyrir aftur fyrir, við ætlum ekki að þræta fyrir það, við erum ekki aðstuð til þess. Og þá kemur enn hotspyrnan sem að Páll Sindri tekur, hann tekur hann núna stutt hérna á Hákon með mann í bakinu, Páll Sindri fær hann aftur, kemur með hann fyrir, fyrst í varnarmaðurinn varð hann á þessu. Þá var það Einar Logi sem nær valda boltanum, stingur hún hérna upp í hægra hornið, þar er Hákon, kemur með fastan fyrir á fjærstönginu, aðeins á há fyrir Bakir sem að var hérna á Auðunsjó en náði ekki að komast í boltan, þá Káramenn aftur komnir í boltan. Alexander vinnur hérna vel tilbaka, finnur Pál Sindra sem að stingur hún hér í 8. júl en nær ekki að komast alla leið þessi. Pál Sindri með góða baráttu og þeir vinna boltan aftur. Það er mikil pressa núna að marki Dalvíkur Reynis. Hákon Andri vippar hann hérna inn fyrir á Pál Sindra sem nær valda boltanum og er að komast hérna inn í vítategin en þeir verjast. Já, ég myndi segja fimmlega en þeir verðast þetta að krafti og ná að koma þessu frá en frábær kapli núna hjá Kára, þeir eru að setja á undir mikla pressu. Fín barátta hérna en Hákon meiðist hérna, sýnist mér eitthvað lítilega en hann stæði upp. Einar Logi finnur Alexander sem að finnur Marino með fína fyrirgjöf hérna, Bakir í baráttunni, þeir ná að skalla þetta frá en Andri Júl finnur boltan og þannig er farið í skotfótinn hjá honum. Ekkert dæmt og þeir koma hérna á flegiferð. Jóhann Örn finnur Fannar og Sigurjón er að koma þessu frá. Marino flikkar þessu áfram, Bakir þar sem að kemur boltanum á Átna sem að reynir langasendingu inn á Marino sem að tekst en Marino nær ekki valda boltanum. Þeir reynsa þetta í innkast, þarna hefði verið gaman að sjá þetta og maður getur kíkt á það svo sem á upptökunum okkar sem að fer inn á YouTube strax að leikloknum og en þarna fannst mér farið í skotfútin hjá Andra, hann er ekki vanur því að sveifla fætinum og hitt ekki boltan og en Alexander kemur hún hérna á Marino, hvað gerir hann? Hann skiptir yfir á Hákon en allt og hátt erfið sending þarna fyrir Hákon að ráða við. 34 mínútur liðnar, staðan 1-1. Káramenn búnir að hafa boltan meira, pressa mikið á aðkomu liðið en þeir hafa sýnt að þeir eru stórhættulegir í skyndu upplöfum, þannig að það er ekki hægt að segja að staðan sé þannig séð ósanngjörn eins og staðan er akkurat núna. Hér er Guðlaugur á Alexander, afturinn á Guðlaugur í dauðafæri og hann ver hér glæsilega. Bakir tekur boltan niður, þeir komast fyrir, Bakir fær hann aftur, Hákon með boltan, fín pressa hjá Kára núna, Hákon með fyrirgjöf. Þeir ná ekki að gera sér mat úr því, Einar Logi kemst fram fyrir og hér kemur skot til Einar Logi, rétt framhjá. Í varnarmann sýnist mér dómarinn gefa til kynna og það er hotspyrna. Fín pressa, þetta lítur að enda með marki hjá Kára hér. Þeir eru fannir að slá að skapa sér mikla hættu og hér kemur enn einn hotspyrnan frá Páli Sindra sem að fleytir honum hérna í áttina að Einari Loga sem að nær skallanum en hann er máttlítill. Þá koma Norðamenn á ferðinni, löng sending, líka Árni Þór er með þetta, kemur honum aftur á Skarphéðinn sem að nær að hreinsa þessu bara hérna upp í áttina Einar Loga sem er hér upp á vinstarkanti. En aðstoðardómarinn segir að þessi hafi farið út fyrir eflaust rétt enda enginn í betri aðstöðu til að sjá það.
Já, ég var að segja rétt áðan að þessi staða væri þannig sé ekki ósanngjörn, en ég held ég verið að breyta því að Káramenn búin að ná að koma sér í góð færi og hefði átt að vera búin að skora fleiri en eitt mark. Ég held að við hljótum að vera sammála um það. Ég maður til að viðurkenna það. Andri vinna á honum boltan og koma hérna, með eiga þetta Víkingar vinna boltan á miðjunni, þá horfa þeir fram á við og reyna, en tekur hérna ranga ákvörðun. Það var betri sénsar vinstra megin. Þá er það Marino sem hann leggur af stað, snöggur strákur, finnur Andri reynir að þræða hann inn á Bakir, hann tekst, Bakir kemur svo með boltan hérna á fjörstöngina. Hvað er að gerast? Þeir nú ekki bestu aðstöðinni hérna í höllinni til að sjá hvað er að gerast, en gerum okkar besta. Þá þeir aðeins hérna rólegir á boltanum, Víkingar, kemur svo löng sending fram. Sigurjón tekur þennan auðvitað niður og hann fer af stað, finnur Andra Júl, Andri og Pál Sindra, Pál út á Bakir. Bakir kemur þá með fyrirgjöfina og Andri hana reynir að klippa hann, en varnarmaðurinn komst á milli. Marino var hérna á ferðinni inn á teginn, sending Bakirs ætluð honum, en þeir náðu að verjast þessu. Já, en ná ekki að valda þessu. Kemur Andri Júl, sendingin aftur fyrir Alexander og misskilningur þeirra á milli. Þá koma norðarmenn, kemur löng skipting hérna yfir. Árni Þór, óhræddur, skallar þetta, þá er Marino að reyna að taka niður, tekst ekki. Árni Þór mættur í pressuna. Þá kemur Jóhann Örn, en Páll Sindri nær á honum boltanum. Kemur hérna fram á Andra sem að finnur Marino 1 á 2, hann þarf að snúa við, finnur Andra sem að snýra af sér einn mann, skiptir svo yfir á hægri kant, fín skipting hjá honum. Hákon nær þessum, finnur Guðlaugur á Alexander með mann í bakinu, kemur honum út á Pál Sindra. Hvað gerir Pál Sindri? Hann fer af stað, tekur skoti hérna á nærstöngina og skorar! Pál Sindri með frábært mark með vinstri fæti fyrir utan teig. Markmaðurinn Elvar Óli stóð eins og neldur niður í völlin. Frábært skot, frábært mark hjá Páli Sindra og loksins skilaði þér þessi pressa í öðru marki hjá Kára. Þetta er sannarlega verðskuldað. Þetta var gaman að sjá. Pál Sindri auðvitað frábær skotmaður, hvort sem er með hægri eða vinstri. Og staðan orðin 2-1, þetta mark á 39. mínútu. Og nú verður fróðlegt að sjá hvernig Dalvíkingarnir breiðast við, hvort að þeir ætla sér að reyna að fara sig framar á völlin og opna sig þannig. Það er stór hættulegt á móti liðið eins og Kára sem að hefur gríðarlega fljóta menn og góða sendingamenn. Það má eiginlega bara segja það að Kára liðið hafi hreinlega verið númer og stórt fyrir þriðju deildina í ár. Eins og svo sem er hægt að segja öll lið sem að vinna af þetta miklu öryggi í sína deildir. Það er búin að vera frábær stemming í kringum félagið bara hreinlega. Fín pressa hjá Marino. Þarna held að Marino hefði ýmislegt til sín máls þarna. Kemur löng sending, er þetta skot? Lítur að vera. Skarpiðinn greip þetta mjög öðlega. Þarna var Snorri Eldjárn að reyna eitthvað. Pál Sindri pressaður í jörðina.
Þá koma Káramenn, Marino skiptir hérna yfir á Andra sem að reyni skot en það töluvert framhjá. Þá koma Dalvíkingar, Árni Þór setur press á Fannar, vel gert hjá honum. Fannar lendir hana óna Árna. Það hefur ekki verið þægilegt. Ekkar hana mjórikinn. Og Óli dómari kannar stöðuna. Jájá, Árni harður á sér, staðin upp. Kemur innkastið frá Steinari fyrirliða og já, dæmt hendi þarna á Þröst. Þá Sigurjón Bísundur að taka aukaspyrnuna, hann lyftir þessu hátt í áttina að Bakir sem að brýtur af sér. Það Eldjárnin sem hann braut á hana, Snorri risavaxinn miðjumaður Dalvíkinga. Þá kemur fastleikadrið hjá Dalvík Reyni, þeir fylla teginn skiljanlega. Þurfa Káramenn að vera á tánum. Kemur langu boltinn á teginn, Alexander þar, skallar þetta frá og brotið á Andra. Enn eitt skalla við sem að Alexander Þorláksson skalla við sem að hann vinnur. Einanlögi, já, fín sending hérna beint á Árna Þór en hann nær ekki almennilega valda á boltanum. Sigurjón þar, já, Fannar náði þessu á honum og setta hann út fyrir. Kemur langt innkast og þennan eiga Káramenn. Já, Árni kastar hérna inn á Bakir sem að missir jafnvægið og boltan í leiðinni. Fín pressa síðan hann hjá Bakir. Andri Júl kassar hennar niður og þarna hann að standa þetta af sér. Páll Sindri aftur, eða hvað? Nei, kemur hann núna út í hornið á Hákon sem að læðir honum fyrir en Alexander nær ekki að koma þessum á markið. En enn eitt fítspretturinn hjá Káraliðinu. Stór skemmtilegt að horfa á það og spila. Þá spyrnir Elvar frá markinu. Marino stekkur upp í þetta en Snorri stærri, tekur þetta. Fannar hérna út á hægri kantinum, oftar á Steinar. Steinar vippar vel á Fannar en síðan missa þeir valda á boltanum. Þarna brotið á Páli Sindra. Það gerir Jón Björgvin Kristjánsson, okkar maður. Já, ég núna kveiki á því. Jón Björgvin auðvitað uppalinn skagamaður.
á leiki með í meistaraloki. Kemur hérna fyrirgjöf frá Andra, Páll Sindri kemst síðan í boltan, Guðlaugur Þór ætlar að taka lúmskot fyrir varnarmann en þeir koma aftur en fann og hér flautar Óli dómari til hálfleiks í þessum frábæra fyrir hálfleik lokið, staðan 2-1 fyrir heimamenn. Það var vissulega komust Dalvíkingar yfir strax á 3. mínútu með marki Fannastaða Malmkvist Gíslasonar með frábæri skoti fyrir utan teg, óverjandi fyrir Skarphéðinn í markinu. En Káramenn unnu sig hratt og vel inn í leikinn og Alexander Már Þorláksson jafnaði metinn á 12. mínútu eftir stóðsendingu frá Páli Sindra en síðan var skiptuð þeir hlutverk. Páll Sindri skoraði með föstu skoti með vinstri fæti fyrir utan teg og kom Kára í 2-1 á 39. mínútu. Þar stendur þetta núna. Við munum taka okkur líkt og leikmenn en setja eitthvað skemmtilega myndbönd á fyrir ykkur á meðan. Farið ekki langt, breiðið út boðskapinn, látið vini ykkar vita að við séum að sýna þetta. Mjög gaman ef að einhverjir fyrir norðan Dalvíkingar eru að horfa. Þetta er ekki síður fyrir ykkur en þangað til bara njótið lífsins. Ég er stolt af því að búa í bæ sem hefur svona mikla íþróttasögu, knattspyrnusögu og þegar ég sá myndbandi sem að Icelandair lét gera daginn af Ríkharði Jónssyni á Langasandi þá bara fann ég alveg hvað þetta er merkileg saga og það er auðvitað að búa í bæjarfélagi sem hefur átt 50 atvinnumenn í knattspyrnu er náttúrulega stórkostlegt. Ég er algjörlega viss það að strákarnir okkar og stelpurnar okkar hérna á Akranesi eiga eftir að ná í toppbaráttuna aftur. Ég hef engan sérstakann áhuga á fótbolta. Þannig lagað, ég var reyndar alltaf í fótbolta sjálfur þegar ég átti heima á Akranesi þegar ég var lítill. En ég var ekkert uppáhaldslið í ensku deildinni eða neitt þannig, ég var bara eitt uppáhaldsfótboltalið. Það er eina fótboltalið í heiminu sem ég hef áhuga á fyrir utan íslenska landsliði núna. Það er IA að sjálfsögðu. Og ég hafi aldrei farið oftar á völlinn en fyrir svona rúmum 20 árum þegar Skagamenn féllu og þeir komu svo upp aftur. Arnar og Bjarki og Sturri og Pálmi og allir þeir, allt það lið. Það var algjörlega frábært. Ég man þegar að Dóra Gylfa skoraði mark í bikarleik á móti Keflavík og það braust út svo ótrúlegu fagnaður að hún breiddi út löngu hendurnar sínar og náði bara að faðma allt liðið í einu og ég fæ eiginlega bara ennþá gæsahúð þegar ég hugsa það. Ég gleymi aldrei hvar ég var þegar IA vann Feyenoord á Laugardalsvellinum. Það sat ég með Lúlla félaga mínu sem vinnur í sementinu, sátum hlið við hlið og svo skorar Óli Þórðar og ég stend upp, fagna, tek utan Lúlla og faðma hann og tek svo eftir í það að foss blæður úr eyranu á honum. Fatt að ég var með eyrnalokkin hans utan puttan á mér. Reif úr honum eyrnalokkin og hann var allur í blóði. Og Metcon reynir að trufla sending fyrir markið og þann kemur skallið og góður! Stórkostlegt mark Skagamanna! Frábært mark! Stórkostlegt mark hjá Ólafur Þórðarsyni! Markið hjá henni Ingunni er alveg ógleymanlegt sem maður sá fyrir 2-3 árum. Mér fannst alltaf einstakt að fá að hlaupa inn á þennan völl sem hefur verið mér svo kær alla tíð. Já, við þarna lögum snemma af stað frá Akranesi, kynnum fjörðinn og stoppuðum aðeins í Ártúnshöfða og fengum okkur pulsu og kók og mikið spáð og spekulega varðandi leikinn eins og var gert vanalega og síðan fór á Laugardalsvöllinn og það byrjaði ballið
mikil stemming. Þetta var 9 marka leikur. Teitur með 2, Jón Gull með 2 og Matti Hallgríms með 2. Árni og Jón Gull með 6-3. Maður man mörg eftirminnileg tímabil í knattspyrnusögu Akranesi og sérstaklega er mér kannski minnistæðast tímabilið 90-2000 og þá sérstaklega leikurinn 96 IA-KR sem við unnum glæsilega 4-1. Svo ég eina uppáhaldsminningu frá því eldgamla dag þegar ég var bara lítill strákur átti ábyggilega heim á Garðabrautinni. En Jón Þorbjörnsson sem var markmaður Skagamanna þá, hann skoraði yfir völlinn úr markspyrnu. Það er eitthvað sem maður gleymir aldrei. Þegar meistaraflokkur kvenna var endurvakin hérna fyrir nokkrum árum síðan þá fylltist maður þessari tilfinningu að þetta á bara að vera svona. Það á náttúrulega að vera topplið í kvenna- og karlaflokki á Akranesi og það er bara ekkert annað í boði. Ég flutti á Skagann 2001 og var í Vestmannaeyjum þegar Siggi Sigursteins tryggði IA Íslandsmeistaratitilinn. Síðan þá er bara ekkert aftur snúið, það er bara IA all the way. Markið sem Garðar skoraði á móti KR. Það var æði. Það var æði. Ég mun ganga á þessum vegi. Lífsins dagur þín. Ég mun ganga á þessum vegi. Lífsins dagur þín. Við erum IA. Við erum IA. Við erum IA. Það er eldhugur í okkur. Við erum IA. Við erum IA, öll sömul. Við erum IA. Við erum IA. Við erum IA. Við erum IA. Og gleymum aldrei, við erum IA. Ég fer á völlinn að öskra áfram Ísland. Ekkert nema sigur við áfram. Með fullum hálsi. Ekkert nema sigur við áfram Ísland. Með þanda vængi á friðina vita teig. Áfram Ísland. Með þinni skoti erum við út úr þennan
Já, komið sæl aftur og verið velkomin í síðari hálfleikinn hjá Kára og Dalvík Reyni í síðustu umferð, þriðju deildarkalla í knattspyrnu. Hér er staðan 2-1 fyrir heimamenn eftir að Dalvíkingar komist yfir á annari mínútu en með mörkum frá Alexander Már Þorlákssoni og Páli Sindra komust Káramenn yfir. Staðan 2-1. Kári hefur síðari hálfleikinn og sækir hérna til hægri á meðan að Dalvíkingar sækja til vinstri sem gefur að skilja. Við erum hérna IA TV í samstarfi við Omnis á Akranesi og Síman. Sendum út í gegnum 4G-net Símans. Kunnum við þeim bestu þakkir fyrir það. Ef við förum yfir, sýndist ekki vera breytingar á leikmannahópnum í hálfleik inn á í liði Kára. Er í markinu Skarphéðinn Magnússon, aðrir eru númer 2 Árni Þór Árnason, Einar Logi Einarsson er númer 5 og Hákon Ingi Einarsson og Sigurjón Guðmundsson eru í vörninni, Sigurjón númer 14. Síðan eru á miðjunni með Páll Sindri Einarsson, Andri Júlíusson og Guðlaugur Þór Brandsson og Marino Hilmar Ásgeirsson og frammi eru þeir Alexander Már Þorláksson og Bakir Anwar Nassar. Hjá Dalvík Reyni eru í markinu númer 24 Elvar Óli Marinósson. Aðri leikmenn eru Jón Björgvin Kristjánsson, Kristján Freyr Óðinsson, Þröstur Mikael Jónasson, Jóhann Örn Sigurjónsson, Gunnar Orri Ólafsson, Snorri Eldjárn Hauksson, Fannar Daði Malmqvist Gíslason, Kristinn Þór Björnsson, Ingvar Gylfason, Steinar Logi Þórðarsson og Elvar Óli Marinósson. Og leikurinn komin í gang. Það verður forvitnilegt að sjá hversu framalega gestaliðið ætlar sér í síðari hálfleik, hvort þeir ætla sér að leggja allt í söluna til þess að ná að snúa þessum leik sér í vil og þeir hafa í rauninni bara upp á það að keppa að hækka eitt sæti í deildinni og fara úr 8. í 7. og hér kemur hættuleg sending frá Einari Lóa fram að Marino. Marino er sloppinn í gegn. Marino er reynir að finna Bakir hérna hægra megin en þeir voru komni tilbaka til þess að stoppa þetta. Þannig að misti Kristján Freyr boltan yfir sig í vörninni. Þessa löngu sendingu frá Einari Loga. Guðlaugur Þór fær hér boltan. Finnur Andra sem að finnur Alexander. Þar finnur hann Átna sem er kominn hérna upp. Reynir fyrirgjöf en Fannar kemst fyrir. En þeir halda pressunni Káramenn. Páll Sindri með sendingur skemmtilega gert þarna. Já, Kristjáni reynsaði þarna með hælnum. Á koma Dalvíkingar. Hann Þröstur Mikael finnur Jóhann Örn sem hann er að snúa. Guðlaugur setur pressa á hann og vinnur á hann boltan. Vel gert hjá Guðlaugi. Og Sigurjón finnur þá Marino sem að leggur hann á Pál Sindra. Finnur Andri með finnur Pál Sindra aftur en brotið á honum og aukaspyrna inn í miðurhringnum. Einar Logi kemur síðan með langan bolta hérna á engan sérstakann. Andri setur pressu, Andri Júl dæmdur brotlegur, braut hérna á Snorra. Kristján spyrnir þessu fara möllin. Steinar. Hann finnir Þröst. Einar Logi pressar á hann.
pressar hann út af hliðalínu, vel gert hjá Einari, en Röstun á að vinna innkast, þá kemur væntanlega langt innkast frá Steinari. Hún eiga allavega 2 í þessum leik. Það er eitthvað akurist, eitthvað norrlenskt, þessi löngu innkast. Þannig, nei, hann kemur ekki með það. Heldur finnur hann Kristján sem að reynir að finna Steinar aftur, sem að tekst og boltinn hérna út í tegin. Káramenn henda sér fyrir, Snorri leggur hann út á Fannar, Fannar hóta skotinu, tekur það ekki, læðir boltanum inn fyrir og þarna vilja þeir fá vítaspyrnu Dalvíkingar. Ekki gott að sjá héðan hvort að það er rétt. Ég er ekki viss um það, sýnist mér hérna. Það var einhver snerting en það hefði verið mjög dýrt víti ef hann hefði dæmt það. Sýndist mér að vera Sigur Jónsson setti pressu á boltamannin sem að en stóð bara lóðréttur í lappirnar og Bakir í barðunum Snorra. Alexander fyrirgefi, Bakir kemur síðan hérna á ferðinni út á Pál Sindra sem að reynir að finna Alexander. Snorri komst á milli. Fannar með boltan, Árni pressar á hann en Fannar kemst fram hjá honum. Dómarinn gefur til kynna hagnað. Skarpiðinn út úr markinu og hér er dauðafæri hjá Dalvíkingum. Hver var það sem átti skotið? Mér sýndist að vera Jóhann Örn sem að náði að komast í boltan hana. Frábær sprettur hjá Fannari upp kantinn og Árni uppsker gult spjald fyrir að toga í hann hana. En Fannar gríðarlega harður af sér hana, náði að standa af sér þetta tog hans Árna. Og þetta endaði með því að Skarpiðinn var hérna í einskismannslandi og opið markarinn sem betur fer fyrir Kára, en að þá hitt hann ekki markið og boltinn allir innkast. Snorri pressar hérna á Bakir, ekkert dæmt. Andri Júl, Snorri ennþá í baráttunni, Snorri nær boltanum. Bakir setur hann svo út fyrir sonur Andra kominn hérna inn á að heilsa upp á pappa sinn. Það var grútlegt en getur reynst hættulegt. Hér kemur Alexander, nær ekki að halda boltanum. Kristján út á Steinar. Steinar sem er langan bolta hérna fram í átt að Jóhanni. Sigurjón nær á honum boltanum, reynsar frá en Jón Björgvin nær þessu en boltinn gengur núna svona liðan á milli. Guðlaugur snýr, vel gert hjá honum, finnur Andra Júl. Andri út á hægri á Hákon. Honum er mætt hérna og Gunnar Orra en þeir ná að halda þessu spili gangandi. Andri finnur Alexander og hann reynir að finna Andra aftur og Andri dæmdur brotlegur. Fínt spil, fínar hugmyndir í gangi hérna, skemmtilegt stutt trýtingaspil og Andri hreinlega óöppinn hérna. að varnarmaður komst þarna á milli. Mér sýndist að vera Gunnar Orri sem náði að komast á milli og sem gerði það verkum að Andri sparkaði í hann en ekki boltan og ekkert enn að hægt að dæma aukaspyrnu. Einar Logi sterkur þarna en dæmdur brotlegur. Jóhann Örn endaði þarna í jörðinni. Það er þá Jón Björgvin sem býr sig undir að taka þessa spyrnu. Andri er lagstur, hann hefur eitthvað orðið fyrir hnjaski þegar hann sparkaði Gunnar Orra niður í tegnum á hann. Þetta er ekki þægilegt þegar hlutinni fara öðruvísi en ætlað var. Lúlli, allt múli maður á bekk Káramanna, kemur inn á til að hlúa að honum með fínan spraybrúsa með. Vonum að þetta sé ekki alvarlegt og Andri nái að klára leikinn.
Hann þarf að breiða sér út fyrir. Já, hann er staðinn upp. Já, þá getur þessi aukaspyrna komið. Löng sendingin á teginn og þeir ná ekki að skalla þetta markið. Og markspyrna frá marki Kára. Skarpinn vill rekka sína menn fram á við. Spyrnan í átt að Alexander sem að vinnur enn eitt skallegin við. Marino fleytir þessu áfram, Bakir eltir en Kristján kemur þessu tilbaka og Elvar sem að þarf að hafa sig allan við. Alexander kominn hann í mikla pressu. Marino kastar á Guðlaug. Vel gert hjá Einari Loga, nær að komast þarna fram fyrir Jóhann. Þá kemur Marino. Vantar stuðning, fær hann hér frá Bakir með mann í bakinu, kemur honum áleiðis, aðeins svo langt fyrir Marino. Þá koma Dalvíkingar, Jón Björgvin upp í hornið á Fannar. Fannar reynir fyrirgjöfin og þar er Jóhann í dauðafæri. En nær ekki að gera vel þarna, var þarna í raun og auðum sjó. En stýrði þessum framhjá-stönginni sem betur fer fyrir heimamenn. Hvítsprettur þarna upp hægri vænginn hjá Dalvík Reyni. Skarpinn sendir hann hérna fram í áttina Alexander. Marino endar með hann. Fær pressi á sig, kemur hann tilbaka á Guðlaug sem að finnur Einar Logi með langa sendingu hérna upp á hægri kantinu. Andra Júlsson tekur hann vel niður, glæsilega gert hjá Andra. Andri tilbaka á Hákon. Hákon finnur Guðlaug, hann á Alexander. Ætlaði sendingu hérna inn á Pál Sindra sem var á hlaupinu. Virkilega skemmtilegt að þetta er brotið á Marino. Verður að segjast að hlaupin hjá þessum strákum hérna í Káraliðinu, hlaup í opin svæði, eru gríðarlega hugmyndarík og spennandi. Þá kemur Páll Sindri með þessa aukaspyrnu. Þannig að nær stöngina, Alexander rétt við að ná að flikka þessum en Elvar út úr markinu, grípur þetta, Jón Björgvin og Páll Sindri dæmdur brotlegur hérna. Gult spjald á sýnist mér Marino fyrir að sparka boltanum í burtu. Jájá, þetta er í samræmi við lög og reglur. Kristján finnur Ingvar út á Snorri aftur á Kristján. Dalvíkurlið framalega á vellinum núna. Steinar reynir að koma þessu inn á teginn en þar er Sigurjón, sparkar þessu upp í, nei ekki byrjáður, slapp í gegn, Guðlaugur Þór vinnur þennan bolta. Hér kemur Bakir og hann læður þessu inn á fjárstönginu og þarna er það Alexander Már Þorláksson sem að rekur tánn í boltan. Snirtileg sending þarna hjá Bakir og Alexander Már bætir fleiri fingrum á gullskóinn í þriðju deildinni. Hans 16. mark ef mér skjátlast ekki. En við kannski förum yfir það hér örlítið á eftir. Þá er skipting hjá Kára. Andri Júliusson fer að velli.
og í hans stað að koma Eggert Kári Karlsson, sýnist mér. Andri búinn að eiga fínan leik en það hefur eitthvað hnjaskast þarna áðan. Já, Eggert Kári mættur. Strákur með fullt af leikjum fyrir í að 3-1 og núna lítur þetta orðið mjög vel út fyrir heimamenn. Ég ætla nú að ganga úr skugga hvort ég sé ekki að segja satt hérna. Já, þetta sennilega 17. mark Alexanders. 17. mark Alexanders í sumar í 18 leikjum. Virkilega góður árangur, þetta bara mark í leik. Og einungis eitt af þessum mörkum úr vítaspyrnu. Og nú verður fróðlegt að sjá hvaða áhrif þetta hefur á gestaliðið. Hvort að Káramunum langar í meira. Árni með háan boltinn og teig sem að þeir ná að skalla frá. Páll Sindri læðir hessinn og teginn og gott skot. Alexander að eltast í þrennuna. Þeir eru ekki tættir. Þetta þriðja mark á 59. mínútu. Við munum að sjálfsögðu fylgja eftir þessum leik með því að fylgjast með bikarafhendingu. Guðni Bergsson mættur í hús til þess að afhenda fyrirliða Káramanna bikarinn, sama hvernig þessi leikur fer auðvitað. Og hver veit nema við náum að lokka Lúðvík Gunnarsson, þjálfara Kára í viðtal og mögulega einhverja leikmenn. Sjáum til hverju við náum. Páll Sindri finnur Alexander, Páll aftur. Vel spilað hjá Kára. Árni, nei, þessi sending ekki nákvæm. Steinar nær þessu og reynir að skýla þessu út fyrir, en Árni gerir frábærlega. En sendingin Marino með skot á marki, Elvar Ver. Fín áræðinni þarna í Árna vinstri bakverði sem að náði að vinna boltan þarna. Steinar ætlaði sér að skýla honum aftur fyrir endamörk en það hafðist ekki. Fín pressa þarna. Páll Sindri vinnur boltan. Finnur Árna sem að finnur svo Alexander. Brotið á honum. Þá fleiri skiptingar. Þarna Fannar Daði Malmqvist Gíslason að fara að velli fyrir Dalvík Reyni. Ég á erfitt með að sjá hver að koma inn í staðinn. Eins eru Káramenn að gera tvær skiptingar. Jón Vilhelm Ákason, býtu við, hér annar Gunnar Orri Ólafsson að fara að velli líka. Og ég get ekki betur séð en að Bakir og Marino sé að fara að velli hjá Kára og Jón Vilhelm Ákason og gott ef þetta ekki Ragnar Már eða hvað. Kemur í ljós. Númer 3. Jú, Ragnar Már Lárusson kominn inn á einnig.
Ég sá nú ekki númerin á þeim leikmönnum sem voru að koma inn á skot í stöng. Það var Jón Björgvin sýndist mér og Jóhann sér með skallaðan yfir. Jón Björgvin að stríða sínum gömlu vinnum hérna. Fínt skot þarna í stöngina og út. Já, þeir eru ekkert að baki dottnir. Og Skarphéðinn ætlar nú bara að lúra þessu fram á við í áttina að Alexander sem að fleytir honum áfram á Jón Vilhelm. Jón Vilhelm auðvitað með urmuleikja fyrir IA á löngum ferli og hér er hann með boltan upp í horninu, vel gert hjá honum, fín pressa þarna hjá Kristjáni sem hann er að trufla hann, þannig að boltinn fer í innkast. Steinar tekur það, Guðlaugur í baráttunni nær að vinna hennar bolta, Páll Sindri, Hákon hérna á flegiferð upp hægra megin, sendir hann fyrir á Alexander sem skallar yfir markið. Það er augljóst að Alexander langar í meira, hann er markaþyrstur drengur. Búinn að eiga frábæran leik, hún skora 2 mörk og vinna nánast öll skallæmi sem hann hefur farið í. Mjög skapandi og hreyfanlegur í spili og enn einu sinni vinnur hann skallan. Kemur löngsending fram hjá Dalvíkingum, Árni pressar, þeir halda boltanum, hér er leikmaður nummer 19 Kristinn Þór sem að sendur hann í áttamarkinu en Skarphéðinn grípur þetta auðvitað. Guðlaugur fær hann hérna, Einar Logi, Sigurjón, mörnin búin að vera þétt, Páll, aftur Einar Loga, Hákon og Guðlaugur snýr fram á Pál, hann stingur hérna upp í hægra hornið, þar er Hákon á flegiferð, nær þessum bolta, fullt af mönnum í teignum, reynir að leggja hann hérna út í átt Alexander en þeir ná að komast fyrir. Eggert Kári vinnur hann tilbaka, Eggert Kári fær hann aftur, frábært spil hér, Jón Vilhelm reynir hælspyrnu á Eggert Kára en aðeins og seint. Einar Logi finnur Hákon aftur. Eggert Kári klifrar hana upp á varnarmann og þá kemur önnur skipting hjá Kára. Það er Sindri Snæfells sem er að koma inn á og hver er það sem kemur? Það er eins markmannsskipting hjá þeim Dalvíkingum. Patrekur Máni Guðlaugsson að koma inn fyrir Elvar Óla og það er Hákon sem fer að velli fyrir Sindra. Bjóðum nýja leikmenn velkomna. Patrekur Máni fær hér leik í síðustu umferð. Og örfættur í þokkabót, finnir hann hérna út á hægri kantinn. Þar er Atli Fannar Írisarsson í baráttunni, vinnur innkast, kemur Steinar með innkastið inn á Jóhann og hann er hérna í mikilli baráttu en vörnin sér við honum. Sigurjón fram á Jón Vilhelm sem að finnur Alexander en hann sendir örlítið aftur fyrir Ragnar Már. Guðlaugur kemur þess út fyrir. Síðari hálfleikur hálfnaður, staðan en 3-1 og þetta segja að þetta sé verðskuldað hjá Káramönnum þrátt fyrir svona frekar dabra byrjun og það var stigið vel upp hérna og dominerað þennan leik á stórum köflum. Ára Steinar sendingu langt yfir, það er Jón Björgvin. Jón Björgvin finnur hérna Hreggvið
sem að sendir hann hérna á nærsvæðið en við ná að sjá við þessu. Sindri missir hann frá sér og innkast sem að Norðlendingar eiga og Jón Björgvin lyftir þessu inn á tegin. Þar er Guðlaugur sterkur, skallar þetta frá. Jón Vilhelm kassar hann hérna niður, finnur Guðlaug aftur sem að finnur síðan Ragnar Már sem að leggur á stað. Ragnar Már á flegiferð, gerir vel, komin hérna upp að markinu og glæsilega varið hjá nýja markmanninum hérna. Ég er nú ekki búinn að læra nafna á hann. Patrekur Máni varði gríðarlega vel en frábær sprettur hjá Ragnar Már Lárusinni sem að komst þarna í gegnum varnarmann og var á auðum sjó. Þarna hefði getið verið 4-1, það er nokkuð ljóst. Guðlaugur gerir vel, finnur Alexander, hann á Pál Sindri, það er pressa á sig, stendur hann af sér. Sindri leggur á stað, fín sending hérna frá Páli Sindra og Sindri með Eggert Kári kemur í utan hlaupið með fína fyrirgjöf og Jón Vilhelm, hann ver aftur. Patrekur Máni er hérna bara að eiga stórleik hérna á þessum 3 mínútum sem hann er búinn að vera inn á. Er hann búinn að verja tvígang úr dauðafærum. Frábær sprettur hérna upp hægri kantinn hjá Kára en gríðarlega vel varið hjá Patreki Mána. Hvar var þessi drengur í fyrir hlutanleiksins, ég spyr? Hann var á bekknum, ég ætlaði að augljósa svarið en af hverju veit enginn nema náttúrulega þjálfarinn. Hér kemur Eggert Kári kominn í gegn, missir hann aftur fyrir sig og enn verð Patrekur og enn Eggert Kári klárar þetta. Þarna gat Patrekur ekkert gert í markinu. Eggert Kári þakkar fyrir sig. Patrekur varði fyrst frá honum mjög vel. Eggert Kári á gríðarlegum spretti, náttúrulega alveg ótrúlega fljótur drengur. Patrekur varði fyrra skotið og var áöppinn en Eggert heppinn fekk boltan fyrir sig aftur og bara lúra honum með vinstri í netið. 4-1. Þannig að þessi sigurhátíð held ég að sé bara að fara á besta veg. Stefnir í stórsigur Kára hér daginn sem að þeir taka við bikarnum sem Íslandsmeistarar í 3. deild og þeir eiga það svo sannarlega skilið. Og ekki getum við kvartað hérna sem erum að fylgjast með þessum leik. Það búið að vera stórskemmtilegt og í rauninni skamt alla við skilum ekki verið búin að sína alla þessa heimaleiki þeirra hérna í sumar. Og enn koma Káramenn, Alexander, Ragnar Már lendir hérna í trafík og þeir ná að komast fyrir þetta. Dalvíkingar fannir að færa sig framar á völlin sem að opnar þá töluvert tilbaka sem er náttúrulega bara eins og veisluborð fyrir þessa fljótu og spræku Kárastráka. Boltinn aftur á Skarphéðinn sem að reynsar þessu fram. Þar er Ragnar, fleitir þessu áfram á Alexander og Alexander finnur Ragnar Már aftur og Ragnar missir ekki boltan, næra haldunum. Jón Vilhelm og Jón á Alexander sem að missir hann. Nei, byrju við, þetta var sennilega bara sending með hælnum hérna fyrir Páll Sindri kom á hlaupinu en Patrekur gerir vel í markinu. Hér er Árni með tilþrifi í vörninni og Sigurjón brotið á honum.
Það verður að segjast að það hefur verið, mér finnst, hefur fundist mjög gaman að fylgjast með Páli Sindra í þessum leik, fyrir utan náttúrulega hann er heilinn á miðunni og sendingagetan er ótrúlega, spyrnugetan góð og hlaupin og hreyfingin er alveg til háborinna fyrirmyndar. En hér er skipting hjá Kára, Sigurjón að koma að velli og í hans stað að koma, já, hver? Sé ekki númerið. Og já, við komumst að því fyrir en síðar. Já, hér er Alexander komin inn fyrir upp í hægra hornið og hann sendir út Eggert Kári með sendingu inn á fjárstöngina og Patrekur í vandræðum, en Kristján nær að reynsa þetta upp. Sending inn á teginn, þeir ná að koma þessu frá. Páll Sindri með frábært skot en rétt yfir markið. Guðlaugur skallar þetta frá að spila, já, þetta er sennilega Arnar Freyr Sigursson sem kom inn á fyrir Sigurjón hérna áðan. Jú. Hér kemur síðan fyrir gjöf en þar er enginn á fjárstönginni. Sindri, Jón Björgvin pressar eldi á hann, en hér er svo Eggert Kári sem kemur hann tilbaka á Einar Loga. Einar Logi hreinsar þetta upp en Jón Björgvin er þar. Hvað ætlar Jón Björgvin að gera? Hann ætlar að láta vaða. Frábært skot hjá Jóni Björgvini Kristjánsinni. Kann vel við sig hérna í höllinni, en Skarphéðinn vandanum vaxinn. Svo við notum klísutnar og varði þetta vel. Þá kemur en skiptingin og þessu sinni er það Snorri Eldjárn Hauksson sem er að fara að velli. Búinn að eiga erfiðan dag á miðjunni að berjast við miðjumenn. Það er leikmann númer 16 sem kemur inn, hann Rúnar Helgi Björnsson. Bjóðum hann að sjálfsögðu velkomin. Þá geta þeir tekið hóðspyrnuna. Það er Jón Björgvin sem kemur með hann háaninn og tegin Skarphéðinn út og grípur þetta vel. Kastar þessu hérna út á Árna til maður finnur Pál Sindra. Pál með langa sendingu yfir á Eggert Kára sem er hér á Auðumsjó og Patrekur út úr markinu, finnur boltinn á Alexander en hátt yfir og það er hornspyrna. Patrekur þarna þurfti að taka á því, sína mikið hugrekki að fara út í þetta. Eitthvað meitt sig strákurinn. Við getum verið í vandræðum núna. Hvað er það? Hann hefur fengið einhvert högg á mjöðminna eða eitthvað álíka. Eða hvað? Steinar fyrirliði ekki sáttur, en þetta var 50-50 bolti sem að
Það lítið við þessu að segja. En eitt atviki sem hægt að sjá í endursýningu síðar. Upptakan af leiknum verður að sjálfsögðu aðgengilega á YouTube ókvæðna tíð. Rás okkar IA TV, þar hvetjum að sjálfsögðu alla til að vera áskrifundur að henni og fylgjast með okkur á Facebook og Twitter. Og Einar Logi Einarsson skorar með glæsilegu skallamarki. Já, þeir ætla sér að njóta dagsins til fulls, það nokkuð ljóst. Frábær hotspinna og glæsilegu skalli á Einari sem var þarna stökkmannahæst, skallaðan í bláhornið, staðan 5-1. Þá segjum við bara að það var ekkert segja minn, njóttu. Alltaf gaman að heyra frá ykkur sem eruð að horfa. Það er hægt að gera þá ýmsa vegu, það er hægt að senda okkur skilaboðin á Facebook, það er hægt að senda okkur Twitter skilaboð. Já, hér reyndar liggur einn Dalvíkingurinn eftir viðskipti sín við Ragnar Már. Og Jón Vilhelm kemur hér, ætlar hann að bæta sér á listan. Sending yfir á Eggert Kára, örlítið á há. Það hefði verið gaman að sjá Jón bara lúra þessu á markið. Á degi eins og í dag er aldrei að vita nema það hefði sungið í netinu. Þá kemur útspark á Patriki í marki Dalvíkur Reynis. Hann sparkar þessu langt fram. Alexander með skot en hátt og langt fram hjá. Kemur önnur markspyrnan á Patriki. Þar er Alexander í baráttunni, reyndar fleitir honum aftur fyrir sig á Sindra. Hann sparkar þessu út af. Guðlaugur vinnur boltan. Brotið á honum sýnist mér en ekkert dæmt. Páll Sindri reynir að finna Jón, gengur ekki, Jón Björgvin. Já, Arnar skallar þetta frá en þeir halda boltanum. Þá er það hérna. Þeir eru að ná að skapa smá hættu. Þröstur. Komin upp að endamörkum, rekinn aftur út. Þá kemur Steinar með fyrirgjöfin en Einar Logi vinnur bennabolta. Hvað gerir hann? Einar finnur Eggert, nei, Sindri, Eggert Kári kemur á ferðinni. Þessi bolti var ætlaður Alexander, ákaflega skemmtileg sending en Patrikur gerir vel í að grípa inn í þetta. 7 mínútur eftir að venjulegum leiktíma. Stórsigur Kára, staðreynd. Spurningin er bara hversu stór. Arnar hér með langan bolta fram en þetta fer upp í rjáður sem þýðir innkast. Nú kemur enn skiptingin hjá Dalvík. Sýnist að vera Kristján Freyr og Óðinsson sem er að fara að velli.
Hver kemur inn í staðinn? Það leikmaður númer 3, Magnús Pálsson. Og kemur Steinar. Hann ætlar að skjóta markið, vörnin fyrir og svo kemur bjartsýnt skot. Vel framhjá Kristni Þór Björnssoni. Já, nú býðum við þessa leiktíminn líði en vonum að sjálfsögðu að við fáum fleiri mörk í leikinn. Við erum ekki svo sem heimtu frekir hérna en höfum gaman af góðum fótbolta. Hér kemur góð sending inn á Eggert Kára. Ragnar Már nær nánast að komast til boltans en þeir reynsa þetta frá. Guðlaugur, hann þröstur í baráttunni. Páll Sindri nær að vinna honum boltan. Vinnur Sindra sem að kemur honum Eggert Kára. Eggert Kári fær pressa á sig, full væri kær hana. Sindri brýtur svo hérna á Hreggviði. Einar Logi tilbaka á Skarphéðinn. Páll Sindri skiptir hér yfir, Ragnar Már eldir. En Steinar kemur þess út af. Þá koma norðanmenn. Alltaf pínu erfitt að nafngreina lið sem eru svona sameinuð. Dalvíkur Reynismenn hljómar eitthvað svo skringilega, þannig að ég freistast til þess að nota norðanmenn, Eyfirðingar og eitthvað svoleiðis. Ég vona ekki mókist yfir því. En hér koma þeir enga á síður. Þeir ætla sér að reyna að bæta sína stöðu en þeir eiga bara í miklu basli með það. Eggert Kári hér með boltan, finnur Guðlaug á miðjunni. Þar Alexander og aftur á Guðlaug. Guðlaugur stingur hér í áttar Sindra sem er í baráttunni og hvað gerir aðstofadómarinn? Hann dæmir hornspyrnu. Eflaust rétt. Þá er hornspyrna að marki gestanna sem að Jón Vilhelm Mangarsson tekur. Fastur boltið niðri en það lendir beint á varnarmanni sem að reynir að kannski fullrólegur að koma þessi frá. Páll Sindri og þessi bara siglir aftur fyrir. Kannski langar hann að skjóta en þetta var allavega misselt með fyrirgjöf sem að endar fyrir aftan markið. Og enn eitt skallaboltinn sem Alexander vinnur hérna. Jón Vilhelm stingur fram á Eggert Kára en Patrikur enn með hugrekki í lagi þrátt fyrir að hafa lent í samstöðunu hérna áðan. Og koma Dalvíkingar. Jón Björgvin stingur hérna upp í vinstra hornið. Sindri verður fyrir tvisvar. Það eru hérna mínúta eftir að venja leiktíma. Nú eflaust ekki miklu bætt við svo sem.
Ég minni á það að við ætlum okkur að fylgjast með verðlaunaafhendingu hérna á eftir og reyna að festa það á filmu. Þetta er stór viðburður í knattspyrnusögu Akraness, segi ég. Og það er minning sem að má ekkert glatast. Boltinn út fyrir og hverjir eiga innkastið? Já, það er Kári sem á það. Og venjulega leiktími liðinn. Bara spurning hversu miklu er bætt við hérna. Páll Sindri enn sprækur hérna, jafn sprækur á 90. og á fyrstu Alexander finnur Ragnar Már með skot. Patrikur búinn að vera sannarlega vandanumvaxinn og betri en enginn, svo við hlöðum bara í fullt af frösum hérna í einni setningu. Jón Vilhelm finnur Eggert Kára. Eggert upp að endamörkum, kemur þessu fyrir, það er Guðlaugur Þór með frábært hnitmiða skot í fjærhornið. Frábært mark. Og Eggert Kári með frábæran undirbúning með aðstoð frá Páli, komst þarna upp að endamörkun, lagaði hann út. Guðlaugur Þór skorar hér 7. markið á fyrstu mínútu uppbótartíma. Það er bara nánast synd að þetta sumar sé að klárast hérna hjá Kára. Maður myndi ekki þreytast að fylgjast með þessu eitthvað fram á veturinn. En þá huggum okkur við það að við getum hort á hennar leik aftur og aftur og aftur á IA TV. Framundan hjá okkur er að sjálfsögðu, nú er fótboltavertíðin að klárast hjá okkur, en þegar kemur fram í október, nóvember hefst körfuboltavertíðin og við að sjálfsögðu verðum þar á Íþróttahúsinu á Vesturgötu að fylgjast með strákunum okkar í IA í fyrstu deild karla. Bið ykkur endilega að fylgjast með því að sjálfsögðu. Skarphéðinn missir hann yfir sig þarna og nær svo boltanum á endanum. Spyrnir svo langt fram. Þar er Alexander í baráttunni, en þeir ná vel gert hjá Jóni. Jón með flotta sendingu niður og Sindra, hann reynir að finna Jón aftur, en þetta var erfitt. Löng sending hérna fram sem að Skarphéðinn grípur. Réttum tæpar 3 mínútur uppbótartíma liðnar. Sindri gerir vel. Páll Sindri kemur á Jón, hann aftur á Pál. Brotið á honum. Sennilega ekki tími fyrir fleiri mörk, en Páll Sindri ætla nú samt að spyrna hérna í áttina tegnum. Einar Logi trítlar fram í áttina Alexander, en þeir ná að hreinsa þetta frá og býta nú við. Hér er Jóhann að sleppa í gegn. Hann er 1-1, Arnar Freyr á mótunum. Hann verður að mæta hana, en Skarphéðinn fær tækifæri til að sína snilli, ver glæsilega niðri, snöggur niður Skarphéðinn og heldur þessum bolta. Hún hlýtur dómarinn að fara að líta á klukku sína. Hér flautar hann til leiks í þessu frábæra tímabili hjá Kára í 3. deildinni í sumar. 6-1 sigur staðreynd á þessari sigurhátíð hér á Akranesi.
Dalvík Reynir komst yfir snemmaleiks á einungis á 3. mínútu með marki Ingvar Gylfasonar en Alexander Már Þorláksson svaraði 9 mínútur síðan skoraði Páll Sindri og kom þeim í 2-1 á 39. mínútu. Síðan var Alexander Már aftur á ferðinni, skoraði 3-1 og síðan var það Eggert Kári Karlsson sem að skoraði á 72. mínútu og breytist stuðin í 4-1. Síðan Einar Logi með skalla eftir hornspyrnu á 80. mínútu og síðan Guðlaugur Þór Brandsson koronaði þetta allt saman með marki á 91. mínútu. Og nú býðum við þess að Guðni Bergsson afhendi Káramönnum bikarinn og við munum fylgjast með því að sjálfsögðu og reyna að ná einhverjum viðtölum eftir það. Fylgist þið með? Talita fyrir okkur. Þá verður þið búin að taka við verðlaunapenningunum hver af öðrum úr hendi Gísla Gíslasonar. Hann klappar lof í lófa sjálfsögðu. Þá er hér Gísli kallar til
Og Einar Logi og Sveinbjörn Geir koma hérna saman og taka við þessu stór stund. Já, bikar komin á loft á Akranesi, loksins, það er nú svolítið síðan. Og virkilega frábært að það sé lið Kára sem að nær þessum bikar hérna heim. Sannarlega vel að þessu komnir. Nú er eflaust einhver myndataka, ég ætla að reyna að lokka til mín. Hann Lúlla. Já, þeir ætla að taka sigurmyndina að sjálfsögðu. Og hérna réttu eftir ætla Lúðvík Gunnarsson að koma til mín í viðtal. Já, hér er verið að tollera Sveinbjörn Geir Hlöðversson formann. Ég verð nú að gefa þeim rós fyrir að hafa hann að ná að lyfta honum þetta hátt. Greinilega menn í góðu líkamlegu formi. Sveinbjörn er að sjálfsögðu búinn að vera algjör lykilmaður á bakvið þessa velgengni. Kári að þetta ungt lið en komið búið að vinna sig upp 2 deildir á stuttum tíma og það verður virkilega gaman að fylgjast með þeim á næsta ári í annarri deildinni. Sannarlega glæsilegt lið. Vona ég að Lúðvík er að gera sér tilbúin að koma til mín hérna. Innilega til hamingju með þetta, Lúli. Hvernig er þessi tilfinning að sjá bikarinn fara á loft hérna á Skaganum? Hún er náttúrulega bara mjög góð. Það er kannski svolítið langt síðan að fór bikar á loft hérna og ég held að það sé allir ánægðir með það. Algjörlega, en hérna eftir svona sumar sem er búið að ganga svona vel, er eitthvað sem að stendur upp úr fyrir þig sem þjálfara og lítur yfir þessa leiki? Hvað er það sem að gerði þetta verkum að velgengnin var svona mikil? Ég held að það sé bara hópurinn. Þetta er náttúrulega, eins og ég er búinn að segja annars staðar, að þessi hópur er geggjaður og það er ógeðslega gaman að vinna með þessu strákum. Þeir hafa einhvern veginn náð að búa til þannig stemmingu í liðinu að samkeppnin, hún er ekki, hún er góð og menn standa saman þó við séum fyrir utan, svo eru tilbúinir þegar kallið kemur, þannig að ég held að það sé aðalega, það er liðseldin og það allt sem að, þessi gamla klísja sem að gera það verkum að við erum að gera svona vel, það er klart.
Nú var þetta þriðja deildin og það virtist vera að þið hefðu verið í rauninni númer og stórir fyrir þriðju deildin eins og hún spilaðist. Hvernig lítur á framhaldið? Í fyrsta lagi verður þú áfram með liðið á næsta ári og hvernig lítur þú þá á þessa baráttu sem að tekur við í annar deildinni? Já, ég veit ekki annað en að ég haldi áfram og mér líst náttúrulega bara vel á það að vera að fara að spila í sterkari deild og ég held að það það sem þessi strákar stemdu að og við að spila við sterkari lið til þess að sjá í rauninni hvar við getum staðið sem fótboltamenn og ég held að hjálpi bara fótboltanum á Skaganum hérna að hafa lið í sterkari deild en þriðju deild. Við sýndum það svo sem í vetur á undirbúningstímabilinu þegar við spiluðum við lið í annarri deild og fyrstu deild og meira sér sumar í bikarnum á móti Selfossi að við getum alveg staðið í betri liðum og ég held við getum jafnvel gert ennþá betur þannig að ef við höldum áfram og byggja hún á þetta þá er ég alveg viss um það að við getum gert vel. Ekkert smeykur að það verði kroppað í leikmannahópinn hjá þér í vetur? Jú, alveg örugglega og mér finnst það bara mjög líklegt og ég veit að í sumar var svona verið að spyrja menn en þriðja deildin er náttúrulega þannig að það er menn er ekki samningsbundin þar. Núna þarf Svenni að fara að græja samninga og fara að borga mönnum almennileg laun svo nei, það verður bara komið í ljós. Það eru fullt af strákum að koma upp úr öðrum flokki, flotti strákar sem ég þekki mjög vel og ef þeir eru tilbúin að koma inn og leggja mikið á sig eins og þessir hafa gert þá verður þetta bara gaman held ég. Það verður spennandi að fylgjast með því, bara takk kærlega fyrir og bara innilega til hamingju enn og aftur. Þá er spurning hvort að við reynum kannski að ná í kannski eitt viðtali viðbót, hver veit nema við náum Svenna Hlö, manninum á bak við tjöldin til okkar. Ég ætla að reyna að kalla á hann. Svenni! 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 Já, hér er að koma til mín Sveinbjörn Geir Hlöðversson, maðurinn á bak við tjöldin, formaður Kára, innilega til hamingju með þennan árangur. Hvernig líður þér eftir þetta? Ég er bara fyrst og fremst stoltur af strákunum og bara liðinu í heild. Þetta er búið að vera náttúrulega, þetta er búið að vera bara þreip upp á við síðan að ég stofnaði þetta aftur 2011 og þetta er bara orðið geggjað. Þetta er bara það sem maður óskaði bara þegar maður var yngri að væri til alvöru lið til að taka við strákunum úr öðrum flokk og þetta er bara draumur að vera komin í alvöru deild og með alvöru umgjörð og alvöru þjálfara og alvöru strákar sem vilja taka á þessu og bara hrikalega stoltur af þessu og finnst það bara alveg frábært. Ykkur býður allar spennandi verkefni, náttúrulega önnudeildina ári eins og Lúlli kom inn á við með áðan að nú upphefst að gera samninga við alla þessa leikmenn en ertu ekki bara spenntur fyrir því verkefni? Ég er náttúrulega bara búinn að þróast með þessu félagi alveg eins og bara allir aðrir og ég bara tek því sem að koma skal og ég ætla bara að reyna þetta þarf kannski meiri hjálp fyrir að koma inn í aðra deild. Þetta eru sterkari lið og meiri ferðalög og meiri peningur í þessu og það er bara vonandi að fólk hérna á Skaganum og fleiri séu tilbúinir að hjálpa okkur að halda áfram að byggja upp þetta lið. Þetta er gríðarlega skemmtilegt og maður sér það með mætingu og allt að fólk er rosalega ánægt með þetta og stolt af þessu og þetta er bara við verðum bara að halda áfram Skaginn er bara einn fótboltafjölskylda og hún bara verður að standa saman og í á líka þátt í þessu og það má heldur ekki gleyma því að Skaginn kemur inn í þetta og hjálpar okkur með að nota annar flokkinn og hjálpar uppbyggingunni hjá Kára alveg klárlega og við erum að vinna þetta svolítið saman. Lúli er náttúrulega þjálfari hjá IA og þjálfari hjá okkur og það er mikið samræðan á milli og í heild erum við náttúrulega alltaf bara komið með hauga stráku sem eru frambærilegir í efstu deildum. Þetta eru strákar bara upp og yfir tvítugt og þeir eru bara að sýna þeir eru að keppa á móti atvinnum nú oft þótt að sé í þriðju deild og þeir eru bara miklu betri. Þetta er bara með flotta heild og við gerum þetta vel. Eitt að lokum, hversu mikilvægt var að fá stóran sigur hér í dag og bikarinn á loft hversu mikilvægt var það að hafa þetta á svona jákvæðum nótum í dag? Það er bara frábært, fólki náttúrulega, mikið fólki hérna í húsinu og að klára þetta og þetta er bara mjög mikilvægt. Við vorum líka að heyra minningu
minns félaga Arnar Dórs og gríðarlega gaman að geta að klára þetta með honum. Sko. Algjörlega. Getur þú sýnt aftan á búningin hjá þér? Ég vonaði að sjá þetta. Þetta er... 79 og áfram Arnar Dór. Takk að kjalla fyrir Svenni minn. Herðu, þá förum við að segja þetta gott hérna úr Akraneshöll. Vorum hérna vitni að stóri stund í knattspyrnusögunni á Akranesi þegar að Kári tók á móti Íslandsmeistarabikar hér í 3. deild. Virkilega vel að þessu komnir og við Skagamenn getum öll verið gríðarlega stolt af þessum árangri og að við hjá IA-TV tökum undir orð Svenna hérna áðan að hvetja alla bæjarbúa til þess að taka þátt í þessari uppbyggingu. Styrktaraðilar standið vel á bakvið á vegna þess að eins og hann sagði við erum öll ein fótboltafjölskylda hér á Akranesi hvort sem að við spilum fyrir og styðjum Kára eða IA, þetta er allt sama batterið. Við erum IA-TV, ég heiti Örn Arnarsson, með mér var Ingimar Elvar Ágústsson í dag og við sjáumst væntanlega næst þegar að körfuboltatímabilið hefst. Þangað til, verið sæl. Ég er stolt af því að búa í bæ sem hefur svona mikla íþróttasögu, knattspyrnusögu og þegar ég sá myndbandi sem að Icelandair lét gera daginn af Ríkharði Jónssyni á Langasandi þá bara fann ég alveg hvað þetta er merkileg saga og það er auðvitað að búa í bæjarfélagi sem hefur átt 50 atvinnumenn í knattspyrnu er náttúrulega stórkostlegt. Ég er algjörlega viss það að strákarnir okkar og stelpurnar okkar hérna á Akranesi eiga eftir að ná í toppbaráttuna aftur. Ég hef engan sérstakann áhuga á fótbolta. Þannig lagað, ég var reyndar alltaf í fótbolta sjálfur þegar ég átti heima á Akranesi þegar ég var lítill. En ég var ekkert uppáhaldslið í ensku deildinni eða neitt þannig, ég var bara eitt uppáhaldsfótboltalið. Og það er eina fótboltalið í heiminu sem ég hef áhuga á fyrir utan íslenska landsliði núna, það er IA að sjálfsögðu. Og ég hafi aldrei farið oftar á völlinn en fyrir svona rúmum 20 árum þegar Skagamenn féllu og þeir komu svo upp aftur. Arnar og Bjarki og Sturri og Pálmi og allir þeir, allt það lið. Það var algjörlega frábært. Ég man þegar að Dóra Gylfa skoraði mark í bikarleik á móti Keflavík og það braust út svo ótrúlegu fagnaður að hún breiddi út löngu hendurnar sínar og náði bara að faðma allt liðið í einu og ég fæ eiginlega bara ennþá gæsahúð þegar ég hugsa það. Ég gleymi aldrei hvar ég var þegar IA vann Feyenoord á Laugardalsvellinum. Það sat ég með Lúlla félaga mínum sem vinnur í sementinu, sátum hlið við hlið og svo skorar Óli Þórðar og ég stend upp, fagna, tek utan Lúlla og faðma hann og tek svo eftir í það að foss blæður úr eyranu á honum. Fattaði ég var með eyrnalokkin hans utan puttan á mér. Reif úr honum eyrnalokkin og hann var allur í blóði. Og Mets kontra einu töfla setting fyrir markið og þar kemur skallið og góður! Markið hjá henni Ingunu er alveg ógleymanlegt sem hann sá fyrir 2-3 árum. Mér fannst alltaf einstakt að fá að hlaupa inn á þennan völl sem hefur verið mér svo kær alla tíð. Þar opnar draumahöllin. Já, við lögum snemma af stað frá Akranesi, kynnum fjörðinn og stoppuðum aðeins í Ártúnshöfða og fengum okkur pulsu og kók og mikið spáð og spekulega varðandi leikinn eins og var gert vanalega og síðan fór á Laugardalsvöllinn og það byrjaði ballið, mikið stemming. Þetta var 9 marka leikur, Teitur með 2, Jón Gull með 2 og Matti Hallgríms með 2
Árni og Jón Guðlaugsson með glæsilegt mark 6-3. Maður man mörg eftirminnileg tímabil í knattspyrnusögu Akranesi og sérstaklega er mér kannski minnisstæðast tímabilið 90-2000 og þá sérstaklega leikurinn 96 IA KR sem við unnum glæsilega 4-1. Svo ég eina uppáhaldsminningu frá því eldgamla dag þegar ég var bara lítill strákur átti ábyggilega heima á Garðabrautinni. En Jón Þorbjörnsson sem var markmaður Skagamanna þá, hann skoraði yfir völlinn úr markspyrnu. Það er eitthvað sem maður gleymir aldrei. Þegar meistaraflokkur kvenna var endurvakin hérna fyrir nokkrum árum síðan þá fylltist maður þessari tilfinningu að þetta á bara að vera svona. Það á náttúrulega að vera topplið í kvenna- og karlaflokki á Akranesi og það er bara ekkert annað í boði. Ég flutti á Skagann 2001 og var í Vestmannaeyjum þegar Siggi Sigursteins tryggði IA Íslandsmeistaratitilinn. Síðan þá er bara ekkert aftur snúið, það er bara IA all the way. Markið sem Garðar skoraði á móti KR. Það var æði. Það var æði. Ég mun ganga á þessum vegi Lífsins dagur þín Ég mun ganga á þessum vegi Lífsins dagur þín Við erum IA. Við erum IA. Við erum IA. Það er eldhugur í okkur. Við erum IA. Við erum IA, öll sömul. Við erum IA! Við erum IA. Við erum IA. Við erum IA. Og gleymum aldrei, við erum IA.